Marino hefur undanfarin rúm 20 ár komið að upplýsingaöryggismálum í einni annarri mynd. Hann yfirmaður upplýsingatæknimála hjá Iðnskólanum í Reykjavík fyrst, öryggistjóri hjá Íslenskri erfðagreiningu, ráðgjafi hjá VFSK. Hvað segirðu? Fyrirgefðu, við skulum halda áfram. Ég ætla að fá hljóð aðeins, setjast, og næstur á dagskrá Marino G. Njálsson. Fyrirlesturinn hans aðeins vitlaust merktur inn. Það stjórnun upplýsinga öryggis, innri og ytri kvaðir, en það sérsvið Marinós en hann hefur undanfarin 20 ár komið að upplýsinga öryggismálum í einni annarri mynd. Hann var yfirmaður upplýsingamála hjá Iðnskólanum í Reykjavík, öryggistjóri hjá Íslenskri erfðagreiningu, ráðgjafi hjá VFSK og nú síðast hann hjá Hewlett Packard Enterprise Security Services Nordic í Danmörku. Og ég vil bara gefa Marino orðið og minni á að titillinn upplýsingaöryggi, innri og ytri kvaðir. Ekki svo Marino. Takk. Já, þið sjáðu það þarna, þetta sem sagt mjög opinber titill. Ég búinn að fást við upplýsingaöryggismál í rúmlega 22 ár og síðustu 14 ár hef ég verið við ráðgjöf og hef unnið víða við ráðgjöf. Og það svona nokkurn veginn sama hvar ég hef komið að þessari ráðgjöf að ég hef alltaf velt því fyrir mér hvað það sem skiptir máli þegar menn að huga að hvort sem það stjórnun upplýsingatækni eða upplýsingaöryggis eða hvað það það sem skiptir máli? Það að tryggja öryggi tækjabúnaðarins eða það að tryggja öryggi þjónustunnar og rekstursins? Og niðurstaðan hefur alltaf verið svo að það að tryggja öryggi þjónustunnar og rekstursins. Tækjabúnaðurinn bara eitthvað klingur sem við fáumst við, notum. En það samt ferlarnir, verkferlarnir og það allt sem skiptir máli. Það kemur ekkert fyrir mig og þessi listi, þessi mynd, ég birti hana fyrst í fyrirlestri hjá mér 2006 og búinn að skipta út öllum merkjunum síðan. Þess að 2006 þá var Enron, WorldCom og eitthvað svona. Þetta dæmi fyrirtæki það sem kemur ekkert fyrir en það samt gerðist eitthvað. Og við sjáum náttúrulega þarna í hjartanu Vodafone. Ég ætla ekki að segja að þessir aðilar hafi haldið því fram að það kæmi ekkert fyrir þá. Heldur það sem ég bara benda á, þetta kemur fyrir alla. Það verða allir sem lenda í því að lenda í einhverjum atvikum. Sama hvað eru stóri, sama hvað eru öflugir. En hvað snýst rekstur? Ég hef spurt ansi marga að þessu og menn hafa velt þessu dálítið upp og sagt, já, það snýst náttúrulega markaðsmál og það snýst að veita þjónustuna og svo það fjármálin og hvað það En ef við skoðum bak við þetta, hvað það sem markaðsmálin snúast Markaðsmál eru meira og minna breytingastjórnun. Koma með nýjar hugmyndir, vinna með þær og hrinda þeim í framkvæmd. Og inn í þessari breytingastjórnun mjög mikilvægt að huga að áhættustjórnun. Hver áhættan sem fylgir því að setja nýja vöru á markað? Hvað það sem gæti raskað starfseminni þegar við erum síðan að selja vöruna? Og síðan þetta það að við viljum halda rekstrinum samfelldum. Við viljum halda áfram að fyrirtæki verður að lifa af áfall. Það verður að komast í gegnum áfallin, verður að komast í gegnum breinskapin. Þetta tvennt áhættustjórnun og rekstrarsamfélag það sem ég almennt kalla öryggistjórnun og undir þetta fellur stjórnun upplýsingaöryggis og stjórnun rekstraröryggis. Við getum líka séð þetta í þessari mynd hér. Þarna búið að tengja saman ennþá fleiri púsl sem sýna það hvernig fyrirtækisrekstur við getum endurspegla hann í þessari mynd. Það við getum vissulega sagt bara enterprise management í staðinn fyrir risk management og líka haft þetta enterprise risk management. En þetta allt sem tengist. Og ég hlustaði nú á fyrirlesturinn hans
Kjartans Brím í morgun fyrir Vodafone og hann einmitt tók það fram að eitt af því sem þeir hefðu verið ofsalega mikið verið uppteknir við voru það sem við kallaði svona emergency response eða neyðarviðbrögð. Hann sagði líka að það sem þeir hefðu saknað var það að vera ekki með neyðaráætlanir betur skipulagðar. Stóra máli með neyðaráætlanir er ekki það að þær séu ítarlega skipulagðar og það sé ofsalega gott. Það sem er stóra máli við neyðaráætlanir er það að þær séu til staðar þannig að það sé hægt að grípa til þeirra þó svo að sú neyðaráætlun sem við eigum passi ekki nákvæmlega við atvikið. Vegna þess að við viljum bara hafa þann kúltúr í fyrirtækinu sem er annars vegar áhættustjórnunin og hins vegar það að við viljum halda rekstrinum samfelldum. Áhættustjórnun, það er hér er skilgreining úr ISO 27000. Þessi skilgreining kom fyrst í ISO 27001-2005 en hefur síðan verið færð yfir í ISO 27000 staðalinn eða skilgreiningarnar. Áhættustjórnun eru samverandi atriði til að stýra og stjórna fyrirtæki með tillit til áhættu. Það getur þessu. Þetta er til þess að stýra og stjórna fyrirtæki. Þetta er ekki til þess að stýra og stjórna nettjónum eða eldveggjum eða svoleiðis, heldur fyrirtækinu. Og við verðum að ná til allra þessara þátta, ekki bara hugsa tækin og tólin, þau eru bara þannig til aðstoðar. Og hún felur í sér að jafnaði áhættumat, áhættumeðferð, áhættusamþykki og áhættusamskipti. Og þetta áhættusamþykki er bæði samþykki á meðferðinni og ekki síður samþykki á þeirra áhættu sem við höfum enga meðferð við. Það verður nefnilega alltaf einhver áhætta þarna sem við höfum ekkert gegn. Það gæti komið flóðbylgja hérna og eða loftsteinn lenti hérna í hafinu fyrir utan. Við höfum ekkert gegn því og við ætlum ekki að hugsa það. Það gæti gosið upp í Bláfjöllum og byrja að renna hraun hingað í áttina. Það er ekkert sem við getum ekki ráðið neitt ofsalega mikið við, en við gætum verið með ráðstafanir til þess að flytja starfsemin annað, eða flytja nauðsynlega hluta starfseminar annað, þannig að hún getur haldið áfram. Við getum tekið til dæmis í 11. september 2001 að þá lentu 2 flugvélar á tvíburaturnunum í New York. Í þessum turnum var mjög mikið af fyrirtækjum og meðan turnarnir hrundu, það voru vefsvæði þessara fyrirtækja uppi. Og hvers vegna var það? Jú, það var vegna þess að 1993 held ég að verið, þá reyndi einhver að sprengja undirstöðuna undir turnana. Og eftir það fóru mann að hugsa það hvernig við gætu tryggt að reksturinn héldi áfram þó svo að eitthvað svona gerðist. Og það er nákvæmlega það sem gerðist var það að þeir fóru að búa til speglunastöðvar hér og þar. Þannig að þetta var ekki treyst bara á eina miðlæga tölvumiðstöð sem hafði þó verið í turnunum 1993. Og það er þannig sem við getum kannski brugðist við hinnu, því sem við vonumst til að koma aldrei, með því að vera með viðbragðsáætlanir, vera með aðra aðstöðu. Nú, stjórnun rekstrarsamfellu er heilstætt stjórnunarferli til að bera kennslu mögulega áhrif sem gætu sett fyrirtæki út á laginu. Og henni er ætlað að verja hagsmuni hluthafa, lánardrottna, orðspor, vörumerki og verðmætasköpun. Þeir sem hlustuðu á Hrafnkel Gíslason í morgun, þeir kannski þekkið eitthvað af þessu, þannig að þetta er nákvæmlega sambærilegt við það sem hann sagði. Ég kem svo með aðeins lengri lista á eftir. En þetta er, þegar við erum að verja fyrirtækið og það að halda því gangandi, þá erum við númer 1, 2 og 3 að verja þessa þætti. Við erum ekki að verja vefþjónin eða gagnagrunnin eða hvað það er.
vegna þess að það allt skila sér í orðsporinu. Ef við náum ekki að verja vefþjónin, ef við lendum í svipuðu dæmi eins og Vodafone lendi í haust, í desember, hvað var það sem skaðaðist mest hjá fyrirtækinu? Það var orðsporið. Ég meina, með fullri virðingu fyrir þeim gögnum sem þarna lágu út, það voru þau flest ákaflega ómerkileg og lýstu frekar öryggisvitund Íslendinga heldur en öryggisvitund Vodafone. Ég meina, come on, maður setur ekki upplýsingar framhjáhald í vefskilaboð. Bara, sorry, við gerum það ekki. Ef þið viljið gera eitthvað slíkt, þá er það hass 37 á símanum eða hvað það er, þá sést ekki hver sendi skilaboðin. Bara svona dæmi. En ekki setja þetta á vef, aldrei. Vegna þess að það sem fer inn á vefinn, það fer aldrei út af vefnum aftur. Það verður alltaf einhver sem getur fundið það. Bara svo vitið. Facebook, gleymir engu. Við sáum það bara þegar við fengum upprifjunina í vikunni þeir sem eru á Facebook. Ég fekk að vísa ekki nema 4 myndi, ég veit ekki, líklega ekkert að gerast í mínu lífi. En markmið með þessu tvennu er að tryggja áframhaldandi rekstur og lágmarka tjón ef skaðinn verður. Gerum okkur alveg fyllilega grein fyrir því að verður skaði. Það er bara spurning hvað verður mikill. Það er bara spurningin hvort að við höfum gert eitthvað til að draga úr áhrifum hans. Það eru uppfylla kröfur ytri aðila trúnað, réttleika og tiltækileika upplýsinga. Það er bara upp úr ISO 27000. En samt, eins og ég kem að eftir, allara ytri kröfur, það er í raun og veru skipta ekki máli, þannig séð, vegna þess að krafan að bregðast við þeim á að koma fram í áhættumati. Hún á ekki að koma fram vegna þess að það segir í persónuverndarlögunum grein 11 eða 8 eða hvað það er að við að vernda viðkvæmar persónuupplýsingar. Hún á ekki að koma fram vegna þess að fjarskiptalögin segja í grein 42 eða hvað það er að ekki má geyma upplýsingar lengur en 6 mánuði. Hún á að koma fram vegna þess að það er skynsamlegt og gott fyrir fyrirtækið að bregðast við þessu á þannig hátt. Og síðan er þetta til þess að hámarka arðsemi fjárfestinga og viðskiptatækifæra og það er oft það sem ræður, money talks, eins og sagt er. Og ef menn standa rétt að þessu, þá reikna ég með því að menn séu að hagnast talsvert eða fyrirtæki séu að hagnast að þessu, fyrirtæki og stofnanir. Það eru sterk innbyrðis tengsl á milli þessara tveggja þátta áhættustjórnunar og stjórnunar rekstrarsamfellu. Og þetta tvennt verður að vinna saman. Man notar oft niðurstöðuna úr áhættustjórnunni sem input í stjórnunar rekstrarsamfellu og sama hátt notar man niðurstöðu úr stjórnunar rekstrarsamfellu oft sem inntak inn í áhættustjórnuna. Þetta er svona dálítið hringferli sem þarf að vinna saman. Ég er ekkert að lesa allt sem stendur á þessum glærum. Ég reikna með því að fólk geti alveg sé alveg fullfært að lesa þó ég nefni ekki allt sem á þeim stendur. En hvers vegna áhættustjórnun? Þetta er haft eftir Hakkara. Mín reynsla er að fyrirtæki gera bara þess sem finnst algjörlega nauðsynlegt og vona annað hrynji ekki. Þetta er dálítið satt. Og þetta er kannski það sem ofta skerist, að menn halda að með því að fara bara í grunnatriðin, bara baseline, öryggi, að þá séu þau búin að tryggja sér nógu mikið. En það er bara ekki þannig. Það er ekki nóg að skoða bara það sem er líklegast að gerist. Það er ekki bara nóg að skoða það sem staðallinn segir að þú eigir að skoða eða lögin segir að þú eigir að skoða. Því að umhverfið er orðið þannig í dag að það er bæði opið og flókið og ef við erum ekki stöðugt á tánum, gagnvart mögulegum ógnum eða áhættu,
þá endar það á því að einhvernum dettur í hug að brjótast inn hjá okkur. Og ég er kannski búinn að nefna Vodafone oft en það er samt svona hið dæmi sem flesti þekkja í bili. Nú, hvað viljum við verja? Þetta er svona pínlítið sami lýstu áðan, nema hvað er búið að bætast við viðskiptavild, fjárhag og framtíð rekstrarins. Og trúnaðargögn, þetta er svona, og ég mun sýna ykkur eftir varðandi markaðsvirði. Að síðustu, svona í lokin, þá mun ég sýna ykkur hvaða áhrif þetta hefur á markaðsvirði. Þegar menn klikka í svona efnum. Uppruni öryggiskrafna, þær koma frá viðskiptalegum, þær geta verið viðskiptalegar eða rekstrarlegar. Það er að segja eitthvað sem kemur, við erum með dæmi, banki, hann er með notendaðgang og hann geymir upplýsingar notendur og veitir síðan vefaðgang og hann vil tryggja það að bara skráður notandi hafi aðgang að þessum vef. Það eru augljóslega viðskiptalegar ástæður vegna þess að ef einhver annar myndi hafa hann aðgang, þá myndi enginn treysta þessu banka og myndi færa viðskipti. Þær geta verið rekstrarlegar á þann hátt að skipafélag er með skip sem bílar og þetta var eina skipið sem var í ákveðnum flutningum. Þannig að það verður að fella niður ferð eða kannski algengar þetta sé flugfélag sem lendi í þessu. Þá er þetta augljóslega eitthvað sem hefur áhrif á reksturinn. Það getur verið réttarreglum, svo sem lögum, reglugerðum og samningum. Nóg til að því. Það getur verið opinber fyrirmæli, samanber það sem kemur frá Fjármálaeftirliti og Póst- og fjarskiptastofnun. Það getur verið stöðlum, ISO 27000 eða einhverjum allt öðrum. En þær koma fyrst og fremst fram í áhættumati og áhrifagreiningu sem er hluti af stjórnun rekstrarsamfélagi. Við eigum alltaf sem stjórnendur fyrirtækja, þeir eiga alltaf að einblína á það sem kemur út úr áhættumatinu og áhrifagreiningunni. Þannig að þetta er það sem við rekum okkur fyrst á að þarf að laga. Höfum í huga að það að brjóta lög er áhætta. Vegna þess að það gæti fylgt lagbrotinu sektir eða dómar. Þannig að það að uppfylla lögin, það er hluti af því sem ætti að koma fyrir með átumati. Nú, mikilvæg atriði er það að svona öryggistjórnun, hvort sem hún heitir áhættustjórnun eða stjórnun rekstrarsamfélagi eða hvaða nafn sem við viljum gefa því, að þetta verður að vera hluti af eðlilegum stjórnferlum fyrirtækisins. Þetta verður að vera ofið inn í stjórnunarhætti fyrirtækisins en ekki koma sem kápa eftir á. Ef öryggismál eru alltaf sett sem kápa, hvað gerist þá á milli þess tíma sem búið er að móta fyrirtækið og þar til kápan kemur? Mun kápan auk þess hamla rekstri fyrirtækisins á einhvern hátt, sem hann á ekki að gera. Og þannig að þetta er svona, við þurfum að hafa það í huga, að stjórnferlið, öryggisstjórnin, hún verður að hæfa fyrirtækinu, hún verður að vera hagkvæm, hún verður og virðisaukandi og hún verður að endurspegla rekstrarleg og viðskiptaleg áhrif af atvikum. Nú, hvers vegna er þetta svona mikilvægt? Já, hvað ætli séu margir stjórnendur sem spyrja sig að því, hvað gerðu þú á morgun ef allar upplýsingar fyrirtækis glötuðust eða upplýsingakerfi yrðu óaðgengileg? Eða hvað ef þú kemur á skrifstofunni og sorry, það var einhver sem braust inn og nánast tæmdi hana. Við þurfum ofta að spyrja okkur þessara hvað ef spurninga. Vegna þess að það eru þessar hvað ef spurningar sem veita okkur oft svör það hvað er mikilvægast, hvað er viðkvæmast. Ég hef oft spurt þá aðalega sem ég hef unnið fyrir og að því
hvaða starfsmann væri erfiðast að fá nýjan fyrir í staðinn. Ef einhver starfsmaður hætti hjá þér, hvaða starfsmann væri erfiðast að fá annarkoð staðgengil eða bara hreinlega nýjan sem við þurfum að ráða. Og þetta er ekki spurning um það að við ætlum að reyna að halda endilega í starfsmannin. Þetta er spurning aftur um það að við viljum þá skjalfesta nokkuð ítarlega þau verk sem hann er að vinna. Við þurfum að átta okkur á því hvaða er sem er svona sérstakt við þennan starfsmann. Og það mun hjálpa næsta mann á eftir að taka við starfinu ef það eru til skjalfesti verkferðlar það sem þessi einstaklingur gerir. Svo verðum við náttúrulega að horfa á þetta út frá ekki bara okkar eigin stöðu, heldur það er viðskiptavina, samkeppnisaðili, menn það er alveg ljóst að Síminn og Nova og fleiri aðilar, þeir högnuðust alveg gríðarlega á þessu atviki hjá Vodafone. Það voru mjög margir sem skiptu þjónustaðila. Þannig að við getum með slugsahátt okkar óvart aðstoða samkeppnina, sem er jú það síðasta sem við viljum. Ég er nú í þeirri stöðu að sem starfsmaður HP, þá Hewlett Packard í Danmörku, þá hef ég nú aðgang svona að gögnum sem er kannski ekki á allra vitorði, en eða þá að þessu hefur verið safnað saman á þægilegan máta, og við sjáum það að svona stærð þessa svarta markas, og þá er ég að tala um svarti markarinn er þessi innbrot, þessi tölvu innbrot sem er í gangi, sé svona 104 miljardar dollara á ári í heiminum. Og meðalsektir eru 270% af því sem er eytt í aðgerðir. Og hér á Íslandi hefur nú lítið verið beitt sektum, en ég held ég viti samt 2 tilfelli þar sem slíkt hefur verið gert. En í frumvarpi að nýrri persónuverndartilskipun hjá ESB, þá er lagt til að teknar verður upp sektir. Og við vitum allt þess sem ESB setur í tilskipun verður að lögum á Íslandi eftir smá tíma. Þannig að við getum hort fram á það að þetta verði þetta muni svona koma inn á borð hjá okkur. Nú starfsmenn, þarna kemur fram í könnun að 50% starfsmenn nota eigin búnað til að tengjast viðkvæmum viðskiptakerfum. Þetta getur verið í gegnum þetta svona síma, því það er ekki alltaf sem fyrirtæki leggja með fólki til síma, heldur það er alltaf til að nota sína eigin síma. Og þessa síma notar það til þess að tengjast webpósti eða tölvupósti, jafnvel að fletta upp færslum í gagnagrunnum og svo framvegis. Er þetta eðlilegt eða er þetta eitthvað sem við ættum að forðast? Nú viðfangsefni öryggisstjórnunar, hérna eru 3 tekin, eða hvað er það sem gerir þetta svona erfitt. Þannig að fyrsta lagi það er það að það eru komið svona ný tegund andstæðinga, þeirra sem að brjótast inn í kerfin. Þetta er orðið miklu fullkomnari vinna hjá þeim. Þeir eru farnir að stunda ítarlega rannsóknir og þeir vita oft nákvæmlega eftir hverju þeir að slægjast áður en þeir hefja sitt innbrot. Innbroti hjá Vodafone var að því leyti til mjög saklaust vegna þess að ég hafði ekki hugmynd um það eftir hverju hann var að slægjast. En oftast vita þeir nákvæmlega hvað það er og greiðslukortaupplýsingar eru sérlega vinsælar, enda hægt að selja þær dýrum tómi. En menn stela svona eins og var gert þarna hjá Target 110 milljónum greiðslukortaupplýsinga, selja kannski í búntum á $250 hvert númer, þá er það nú orðið ágætishagnaður, nema að þú getur ekki selt það einu sinni, þú getur selt það endalaust. Þannig að menn eru kannski að hagnast $1 milljarð á svona innbroti. Og það sem gerist líka er það að þegar innbrotið kemur, þegar uppgöt eitthvað,
þá fara það strax út á vefinn og auglýsa sig, eða það er svona mjög algengt, þeir auglýsa sig í einhverjum þröngum hópi, þannig að það eru fleiri sem nýta sér upplýsingarna til innbrota. Nú, reglugerðarskógurinn er orðinn gríðarlegur, en það má svo sem segja að hann væri ekki svona þykkur og mikill, en menn hefðu staðið sig vel í áhættustjórnun, vegna þess að oft er það þannig að reglurnar koma eftir að mann uppgöta það að fyrirtæki er ekki nógu vakandi fyrir áhættuþáttum. Ég ætla svo sem ekkert að gefa mig neitt tilefni til þess að þeim muni fækka þó að við munum taka okkur á, en þetta er svona hluti sem þarf að hafa í huga. Svo er náttúrulega hið breytta UT-umhverfi er orðið þannig að þarna erum við með þetta gamla og góða hefðbundna, við erum með farbúnaðinn, við erum með big data, ég veit ekki hvort ég megi leggja til að það heiti magnagogn á íslensku, og síðan höfum við skýið, og eftir því sem kerfi flækist, þá eru meira og meira líkur á því að gluggar verði skildir eftir opnir. Þannig að það myndast fleiri og fleiri bakdýr inni. Hér eru dæmi svona hvernig þessu hefur líka verið skipt upp. Ég verð að viðurkenna það, ég vildi ekki þýða þetta hérna á hliðinni fjær, vegna þess að mér svona dettur í huga að flestir Íslendingar séu hvort að nota þetta á ensku og myndi ekki þekkja íslenska orðið. En þetta er það sem er verið að fást við, og þetta er það sem menn, og það er yfirleitt lausnir, hægt að fá lausnir við flesta þessu sem eru varnir við gagnatapi eða hvað það er. En þetta er flókið. Það er ekki nóg bara að setja upp eldvegg og stilla hann á setja upp einhverjar grunnstillingar á hann og halda þetta svo bara verði í lagi. Í mínu starfi þá fæ ég tölvupóst einu sinni í viku nýja veikleika. Og þessi veikleikar eru svona frá 130 upp í 300-400. Og þetta eru bara veikleikarnir sem sluppi í tölvupóstin, vegna það var búið að síja út áður. Og það er kannski, þannig að ég er með sérstaklega deild hjá HP sem sendir svona upplýsingar til mín. Síðan sendi ég þetta áfram til annarra deildar, sem er þá með meiri yfirsýn yfir þau kerfi sem ég ber ábyrgð á að séu í góðu lagi. Og eftir það, þá koma ákvarðanir kannski viku seinna hvaða patsa þarf að keyra inn. Það fyrirtæki sem ég er að veita ráðgjöf á vegum HP, sem er AP-mælum Esk í Danmörku, það er kannski stórt og mikið og hefur efni á því að kaupa svona þjónustu. En málið er það að atvikin sem litlu íslensku fyrirtækin eru að lenda í, það er tala lítil, það er Landsbankinn og kannski Síminn og hvað þau nú heita, þau eru alveg jafn mörg og jafn flókin og þau sem AP-mælum Esk er að lenda í. Þannig að þetta er ekki einfalt mál að glíma við þetta. Nú tek ég fram að HP er ekki að selja þessa þjónustu á Íslandi, þannig að ég er ekki með neitt sales pitch hérna. Ég bara bendi ykkur á staðreynd hvernig þetta er. Nú, hvers vegna gengur illa að bregðast við? Það er náttúrulega eins og ég svo sem sagt áður, þessi margbreytilegi tækni, en það er ekki síður skortur á hæfu starfsfólki. Við höfum bara ekki nógu breiðan grunn af fólki sem getur ráðið við þetta. Svo fyrir utan það eins og ég var að segja, ef stórfyrirtæki á borð við APMM er með kannski 20 manna sem eru að fást við þetta, að vísu frá HP, að þá er alveg ljóst að halda öllu þessu gangandi er dálítið stórt verkefni fyrir lítið fyrirtæki. Öryggismál eiga erindi við stjórn fyrirtækja. Ef öryggismál eru ekki á borði stjórnar fyrirtækisins, þá er stjórnin ekki að vinna verkið sitt. Höfum það alveg á hreinu.
þessi stjórnar hefur skipið mjög ungu fólki og þess vegna framsýn, en þetta er það sem við þurfum að skilja. Og ég hef haft það fyrir reglu hjá þeim fyrirtækjum sem ég hef unnið vann við ráðgjöf hér á Íslandi, þá hafði ég þessi reglu að ef ég komst ekki í tæri við æðsta stjórnanda fyrirtækisins hér á Íslandi, þá hætti ég að vinna fyrir það. Annaðhvort náum við athygli æðsta stjórnanda eða þá að eftir höfðunum dansa limirnir. Eitthvað komið á tíma hjá mér. Markmið öryggisstjórnar það að lágmarka tap og hámarka hagnað. Við sjáum það hvernig þetta á að vinna saman og við getum ekki komið í veg fyrir tapið. Við þurfum bara að lágmarka það. Og í öryggisstjórnun þá munum við aldrei ná öllum áhættuþáttum, við getum bara fækkað þeim. Í lokin þá verður þarna afgangsáhætta og þá þurfum við að stjórna því hvernig við getum brugðist við því tjóni sem af henni hlýst. Hún verður alltaf þarna. Nú, hvernig er þroskastig íslenskra fyrirtækja? Við sjáum hérna þetta er svona þroskaferli og við getum alveg örugglega sagt að þroskastig íslenskra fyrirtækja er svona á stigi 1 og 2. Semst ekki mjög hátt. Sum fyrirtæki eru vissilega komið lengra, en það sem við þurfum að gera, við þurfum að færa frá fáfræði yfir í það að hluta hans í stjórnað. Við tökum þetta ekki í einu skrefi, við tökum þetta skref fyrir skref. Og þetta getur tekið mörg ár. Nú, svona hérna rétt í lokin, þetta er bara svona ávinningur á öryggisstjórnun, þarna er heillangur listi og þetta er áður en atvik á sér stað. Eftir atvik er þetta meta haginn í milljónum. Svo er það hvernig þetta kemur við hlutabréfin. Það hefur verið sannað að þetta hefur verulega áhrif á markaðsvirði fyrirtækja ef menn hafa undirbúið sig. Ef menn hafa ekki undirbúið sig, þá mun markaðsvirðið lækka. Ef menn hafa undirbúið sig, þá mun það standa í staðið að hækka. Hér er svo, þetta er næstsíðasta glæran. Ég þýddi þetta ekki vegna þess að ég vildi ekki get lost in translation, sem maður segir. En þarna segir bara það að þetta er fyrsta lagi verkefni stjórna og þetta er eitthvað sem við verðum að vinna að til þess að tryggja að fyrirtæki haldi áfram að starfa. Nú og þetta eru síðan raunverulega tölur úr Kauphöllinni í Svíþjóð, vísu frá 2000 til 2005, sem sýna það að fyrirtæki með góða stjórnunarhætti eru líklegri til þess að verða verðmætari í framtíðinni. Takk. Eru spurningar? Bara hafa nokkrar spurningar hérna. Það er mjög áhugavert efni og mikilvægt og takk fyrir að koma þessu hugtökunum á áskæra eiginlega. Spurningar? Santa Marina. Ég hef með eina, þetta er Hjartans Már, í langa tíma fyrir mig. Þú talar áhættu samþykki og sem hluta af áhættu stjórnum. Og ef við erum með hvort sem er og ég ger ráð fyrir í opinberri rekstri og fyrirtækjarekstri séð, þetta ekki gildir sömu lögmál. Ég ætla að spyrja þig það sem við sáum í hinum margítrekkaða Vodafone-dæmi að áhætta fyrir notendurna eða viðskiptavina fyrirtækisins var allt önnur sjálfsagt og þú fórst inn á nokkur atriði þar. Hvernig birtist áhættu samþykki notenda til dæmis í opinberri rekstri í áhættu stjórnunum? Er það bara fyrirtækið eða er það líka þjónustaðalinn sem að passar upp á áhættu samþykki notenda í? Það náttúrulega mjög oft sem fólk beðið að skrifa upp einhverjan pappír það samþykki þá skilmála sem í gangi og það þá alveg skýrt út hverjir þau skilmálar eru. En almennt að þá sú öryggisstjórnun sem ég að tala um hérna ekki svo mikið viðtal við viðskiptavinin. Það getur vel verið að það sé unnin einhverjar skoðanakannanir eitthvað svoleiðis. En það sem verður
þegar viðskiptavinurinn skráir inn, þá á hann að hafa aðgang og fyrirtæki eiga að setja á vefinn hjá sér sína öryggisstefnu. Þannig að menn eiga að hafa aðgang að þessari öryggisstefnu og vita þess vegna hvað það sem fyrirtækið að gera til þess að verjast áföllum. Ég meina varðandi bara prívat fyrir HP, eru opinber rekstur viðfangsefni í öryggisþjónustu ykkar? Já, alveg allur kaflinn, allur pakkinn sko. Og ég tek að skýrt fram að ég var ekki sáttur við það að þetta erindi væri undir opinber rekstur en svona það bara. Það, ég hef kosið að þetta væri undir öryggismessunni. En svona það bara já, HP með einhver stærsti viðskiptavinur HP í Svíþjóð hið opinbera. Með þessa þjónustu? Með svona þjónustu og alla aðra þjónustu sem bara hið opinbera vill kaupa. Og þar á meðal herinn. Ef ekki fleiri spurningar, þá gefum maður gott klapp. Þetta var mjög